En það gaman að segja frá því að við erum í samstarfi við Tækniskólann upp í Heiðmörk og tökum á móti öllum sem að læra húsasmíði eða húsgagnasmíði og einnig var nýr starfsmaður hjá okkur smiðsmenntaður sem er mitt með okkur á fagráðstefnunni og við erum svo sannarlega að reyna að auka við nýtinguna. Og hún byrjað að skipta félaginu verulegum máli í tekjuöflun. En næstur á svið Páll Sigurðsson, skipulagsfulltrúi hjá Land og skógi og hann að fjalla að taka land undir skóg, áskoranir í skipulagsmálum og hvernig á að mæta þeim. Og einnig langar mér að benda á að það svona QR-kóði á dagskránni og einnig á heimasíðunni og þar sjáið þið úrdrætti allra fyrirlesara. Hvernig fletti ég bara svona? Eða hér. Flott. Já, selvverði, við langar í þessu erindi að renna aðeins yfir helstu áskoranir í skipulagsmálum. Það mjög margt í deglunni núna og sumt að verða örlítið erfiðar við að eiga, en svo í lokin þá langar mig að benda á hvernig ég tel að best sé að fást við þessar áskoranir. Nú, hvernig? Það ýmsar áskoranir. Hvernig á að mæta? Svona, hvað segir þetta? Þetta flott, en... Já, og svo væntanlega... Nei. Nú óskum við eftir tæknilegum sérfræðingi á svið þegar það einhverja myndir sem birtast ekki. Bara nota okkur PDF-ið, því að ég var með það líka. Já. Ég vissi að það var góð hugmynd. Þetta uppi við? Nei. Og þá væntanlega þessi hér, ekki? Svona, nei, birtast ekki, en þá birtast ekki myndir. Mynd? Og hinni útgáfunni Það er bara allt opið. þessi hérna. Það var bara fyrir bara stundum á hliðina. Já, Allt í heiminum. Það lokaði ekki hinum glærunum. Okay. Það var að mynda hér. Nei. Þetta kom alltaf, bara flettist ekki á Já, það er bara, ef maður lokaði ekki glærunum undan. Já, hlaut að vera. Svona. Ljómandi, heyrðu, þá bara höldum við áfram. Fyrsta skref í nýskógrækt að afla leyfis. Sveitarfélögin hafa skipulagsvaldið og þau veita þetta framkvæmdaleyfi og ef við horfum á skógrækt utanfrá þá margt sem að breytast hratt þessi árin og misserin. Hvað það? Svona bara það sem þið kannski hafi aðeins aðra sýn á þetta, en þetta svona það sem ég sé. Það orðið arðbært að rækta skóg til kolefnisbindingar og í meira mæli eru nýir aðilar farnir að stunda skógrækt á stærri skala og nýskógrækt oftar framkvæmd á stærri svæðum á stuttum tíma og svo náttúrulega sjáum við það líka eins og Arnór benti á, við sáum á gröfunum hans, að það að vaxa úr grasi skógar sem voru gróðursettir fyrir 20 árum. Og það gerir það verkum að skógrækt orðin sýnilegri, jafnvel kannski fyrirferðarmeiri og fleiri hafa þessna skoðanir á skógrækt og sveitarfélögin vilja eðlilega hafa hönd í bagga. Nú og svo lagaumhverfið aðeins að styrkjast, ef svo má segja, þetta eru kannski þau lög sem hafa komið inn síðustu 15 árum og vildi bara benda á. Ef við horfum á málin utanfrá, þá
er það þannig að mestur kostnaður fellur til að fyrstu stigum skógræktar en tekjurnar koma miklu síðar. Ef til vill er þetta eitthvað öðruvísi ef þetta er til kolefnisbindingar en myndin er svo sama. En byrjunarkostnaður og löng bið eftir tekjum er vissulega þröskuldur sem skógrækt á við að búa og meiri byrjunarkostnaður hækkar þennan þröskuld. Og þess vegna er það afskaplega bagalegt ef það tekur langan tíma eða er hreinlega dýrt að afla framkvæmdaleyfis. En hér langar mig að fara yfir nokkur helstu atriði sem komið geta upp við svona framkvæmdaleyfisumsóknir. Fyrst er að nefna hvort skógræktin samræmist aðalskipulagi. Yfirleitt er mestallt land sveitarfélaga skráð í aðalskipulag sem landbúnaðarland. Þetta er svona fölgrænt á kortum, óbyggðir eða opin svæði og það eru yfirleitt engar sérstakar hömlur á skógræktarlandbúnaðarlandi en sum sveitarfélög hafa búið þannig hnútana að færa þarf land úr landbúnaðarflokki yfir í skógræktar- og landgræðsluflokk. SL, það er þetta dökkgræna. Mörkin eru yfirleitt við 200 hektara sem er nú kannski ekki neitt stórskæði, sumstaðar við 50 hektara og jafnvel við 3 og það kallar þá á aðalskipulagsbreytingu áður en hægt er að veita framkvæmdaleyfi fyrir skógræktar- og landbúnaðarlandi umfram þau mörk. Aðalskipulagsbreytingu fylgir skýrsla og greinargerð, umsagna og samráðsferli. Mörgum sveitarfélögum er einmitt umhugað samráð og fagmennsku og telja að þetta ferli við aðalskipulagsbreytingu sé í raun ágætis trygging fyrir því. En málið er að aðalskipulagsbreytingar kosta og það eru einungis til þess bærir aðilar sem hafa rétt til þess að útbúa þessar breytingar. Og inn í þessum sal eru, einn eða 2 sem eiga að gera þetta og ekki ég til dæmis. Þannig er þetta í rauninni töluverður þröskuldur fyrir aðila sem hafa minni fjárhagslega burði og við höfum bent sveitarfélögum á að þessum markmiðum samráð og fagmennsku er vel hægt að ná með því að gera bara skýrari kröfur til framkvæmdaleyfisumsóknar og þannig komast á þessum efnahagslegu þröskuldum hvað þetta varðar. Ég hoppa aðeins yfir veitur og lagnir, það er í rauninni mjög auðskiljanlegt. Næsta mál er það hvort svæðið er einhvers konar verndarsvæði skilningi laga um umhverfismat og þurfi þess að fara í gegnum matsákvörðun umhverfismat. Þetta á líka við ef skógræktarsvæðið er stærra en 200 hektarar. Þetta merkir að það þarf að tilkynna Skipulagsstofnun fyrirhugaða framkvæmd og gera grein fyrir henni eins ítarlega og okkur þykir þægilegt. Þessa tilkynningu má hver sem skrifa og við hjá skógræktinni höfum gert það, Land og skógi og hefur bara gengið ágætlega. Þessi tilkynninga setti umsagnaferli og eftir það tekur Skipulagsstofnun ákvörðun hvort þörf sé á umhverfismati. Mörg þessara mála eru vegna þess að það var ræktað skóg á vatnsverndarsvæði eða innan svæða sem eru náttúruminjaskrá. Þó, þetta er eitt atriði merkilegt að þó að ástæðan fyrir tilkynningunni sé til dæmis eins og vatnsverndarsvæði, eins og Öxnadalur allur er, þá þarf samt að gera grein fyrir öllum áhrifaþáttum skógræktarinnar, þar með talið fuglalífi og ýmsu öðru. Þessar tilkynningar og innsendar umsagnir og allt það, þetta er allt aðgengilegt á vefsíðu Skipulagsstofnunar og ef þið hafa áhuga þá bara hvet ykkur til að kynna ykkur þetta. Og hingað til hefur þetta bara gengið ágætlega. Það eru ætli sé ekki 10-15 mál í gegnum tíðina sem hafa farið í gegnum þetta. Eitt skógræktarmál hefur verið dæmt til þess að fara í gegnum umhverfismat og það eru Ljárskógar í Dalabyggð. Og þetta er allt aðgengilegt, við getið séð þetta. Það gilda ýmis lög, reglugerðir og alþjóðasamningar. Hvernig samrýmist skógræktin þeim? Þetta eru kannski aðallega ákvæði vernd votlendis, fuglastofna og líffræðilega fjölbreytni. Sumt af þeim athugasemdum þessi mál sem ég hef séð, mér finnst þau örlítið byggjast á misskilningi eðli skógræktar og áhrif hennar á umhverfið. En sumpart eru þetta alveg réttmætar ábendingar. Þetta getur vafist fyrir sveitarfélögum að fá svona umsagnir á borð til sín ef það eru af mikilli vissu skrifað eða staðhæft að skógrækt á einhverju svæði leiði til mikils skaða. En þá er það í rauninni okkar verkefni að svara þið bara efnislega og jafnvel hnika til áformunum skógrækt á einhvern nátt til þess að koma, þannig að fólk finni að við séum að koma á móts við hlutina. Svo eru það minjar.
þetta hefur aðeins, finnst mér, læðst aftan að okkur. Mér sýnist að það sé að verða reglan að það sé krafist þess að fornleifafræðingur gerir skýrslu skráningu á staðnum áður en til skógræktar kemur. Þetta getur orðið nokkuð dýrt, tafsamt. Minjastofnun búin að smíða mikið regluverk utan þetta. Það var hérna áður að það þótti bara duga að skógræktaráðendur labbaði svæðið og leið og kortlaði og þá bara voru teknar út þekktar og sýnilega minjar og svo var nú fólk líka staðkunnugt og en þetta dugir ekki lengur. Það þarf að fá fornleifafræðing í þetta og sem skrifa skýrslu. Og þá það vernd landbúnaðarlands. Það nú orðið talið mjög mikilvægt að vernda gott landbúnaðarland og þá helst gott og blóðtætt akuryrkjuland. Þessi flokkur lands með þessi gæði ennþá í vinnslu, þetta allt í pípunum. Mörg sveitarfélög hins vegar að veita þessu athygli. Og við höfum bent á að skógur innan landbúnaðarland eykur vissulega afrakstur af landbúnaðarlandi og líka ræktunaröryggi. Þannig að þetta ætti nú að vera að finna góð að blanda þessu saman. Og svo höfum við líka bent á það, skógrækt náttúrulega ekki óafturkræf framkvæmd, þetta ekki mannvirki. En það í rauninni það sem við ættum að halda á lofti í þessu. Nú, afgreiðslan með ýmsu móti. Sum mál eru bara afgreidd án athugasemda, sumar framkvæmdarleyfis umsóknir eru settar í grenndarkynningu, sumstaðar þetta bara gert í gegnum tölvupósta og með ýmsu móti. Með þessi mál af hendi sveitarfélaga fara embættismenn og kjörnir fulltrúar og þetta fólk hefur eðlilega skoðanir á skógrækt, annarkvort miklar eða engar eða oftar á milli. Og til viðbótar við þessar persónulegu skoðanir fólks, þá það vissulega hlutverk sveitarfélaga að standa vörð hagsmuni sveitarfélagsins og náttúrulega íbúa þess, sem nú nokkurn veginn það sama. Og þá getum við rauninni kannski ímyndað okkur hvað það sé sem sveitarfélög vilja. Þau vilja gjarnan meiri og betri atvinnu, fleiri íbúa og gjarnan auðvitað fasteignaskatt og útsvar. Og það merkir það að þau vilja gjarnan ég vona þetta sé ekki mjög langsótt, en þau vilja gjarnan vita af og fylgjast með skógræktaráformum. Ég hef heyrt þetta víða að sveitarfélög vilja vita hvað í gangi og þeim líka annt lífsgæði íbúa og sjálfsögðu atvinnumöguleika. Og mér langar að benda á að það hefur stundum gerst að því slegið saman landeigendum og íbúum. Þetta tvennt ólíkt í huga sveitarfélaga. Bara að benda á það. Og það eru ekki beinlínis hagsmunir skógræktar að það séu engar hömlur á skógrækt. Það ef einhver ætlar að ganga svo hart fram að þá gæti það bitið okkur að hæluna eftir á. En það eru hins vegar miklir hagsmunir fólgnir í því að það verði hvorki of tímafrekt né of dýrt að fá leyfi til skógræktar, sérstaklega á landi þar sem skógur tvímælalaust til mikils gagns, eins og nú nær alstaðar hér á landi. Og í öllu þessu það mikilvægt að halda á lofti gagnsemi skóga fyrir samfélagið og náttúruna. Það líka mikilvægt að skipuleggja skógrækt og skóga þannig að fólk og almenningur finni og sjái hið jákvæða við aukna skógrækt. Og þetta eru í rauninni þessar leiðir sem ég að reyna að benda á. Kannski hefðu þið gjarnan viljað að ég benti ykkur á eitthvað meira krassandi eins og að bara gangi í Framsóknarflokkinn og fara í framboð, en þetta það. Til langstíma litið þá ættum við að mæta þessum áskorunum með því að bara vanda til skipulagningar og framkvæmda skógræktar og með því að standa fast á þekkingu og skilningi á skógræktarskógum og vera ófeimir við að koma því á framfæri. Og á þessum 2 síðustu glærum, með því að bæta við nokkrum myndum, þá hvað ég hnykkja þess á þessu. Skógum og skógrækt fylgja mikil gæði, efnisleg og óefnisleg. Að taka land undir skógrækt hefur einnig í för með sér fórnarkostnað. Það að þau gæði sem felast í landinu eins og það tapast að einhverju leyti þegar það breytist. Það bara þannig. Og svo það bara annað mál hvort að við erum ekki að hafa miklu meiri gæði. En allt það, ásýnd skóga, útsýni, útivistargildi og ég var að reyna að finna mynd af útivistarmanni, þetta nú bara Lalli í vinnunni sinni. Og það hvernig skógar samrýmast annarri atvinnustarfsemi og atvinna af skógrækt og svo framvegis skiptir miklu máli fyrir það hvernig almenningur tekur aukinu skógrækt.
og í langa tillitinu það alltaf það sem skiptir máli. Og það þess vegna mikilvægt að vanda skipulagsskógræktar þannig að gagnið á skóginum verði meira en minna og ásýnd hans verði sem fegurst. Og við sem stundum skógrækt og erum í þessum geira, við höfum þekkingu og skilning á ýmsu sem snertir þessi mál. Skógar eru fyrir mjög mörgum hér á landi ókunnugir og óþekktir og lítt skiljanlegt fyrirbrigði. Það til dæmis bara hefur lengi verið á reiki í tungumálum og hvort hvað, rjóður og lundur. Þetta bara dæmi það hvað erum langt frá þessu. En við hér inni og fleiri, við ættum náttúrulega að hóla steinin eins og við getum. Og við ættum að vera óþreytandi við að leita okkur aukins skilnings og hika heldur ekki við að halda á lofti fagþekkingu í skógrækt. Og hérna setti ég nokkra svona fagþekkingarmyndir. Takk fyrir það. Einhverjar spurningar á sal? Það alveg að koma kaffi. En það bara þökkum við fyrir fróðlegt og gott erindi. Heyrðu, nú kaffipása og við byrjum hérna stundvíslega 20 mínútur í.